frelsi. Við skulum ekki hoppa frá umræðinu Evrópu og afstöðu til Evrópusambandsins og evrunnar alls þess. Hafi það verið lykilmál Viðreisnar og þá vil ég gjarnan að fyrsta lagi viðurkennum að Viðreisnar þingflokkurinn prýðilega vel skipaður og öðru lagi að umræðan Evrópu á að vera viðvarandi og við skulum ekki forðast hana neitt þó sem ekki endilega fara að taka upp evruna strax. Tölum hvað við þurfum að gera núna eftir áratugi af duglegum 63 þingmönnum sem að skrifa ný frumvarp og hengjum hálsinn á skattgreiðendum, allt kostar þetta og svo eru 650 þingmenn í Evrópu til viðbótar og 2000 embættismenn að skrifa onni okkur líka á hverju ári og það hengt hálsinn á okkur líka. Hafandi verið mjög fylgjandi. Við þurfum ekki að taka allt. Nei, það nefnilega málið. Við held ég að séum aðeins og þæg og látum þetta yfir okkur ganga möglunarlaust því að það fullt af nýju letrig smáu sem hafa bæst við þennan samning sem að gerðu var 1994 og hafandi stutt mjög alþýðuflokki sem einn flokka vildi inn í evrópska efnahagssvæðið á sínu tíma. Ég ekki að tala að bakka út en ég að tala að við þurfum að endurskoða afstöðu okkar til þeirra vinnubragða sem að hafa verið að færast í aukana sem að skrifa meira og meira onni okkur umfram það sem samið var á sínum tíma og það fór mjög í taugarnar á fleirum en okkur Bretar ákvað að láta ekki bjóða sér það lengur for better or worse. En fyrir hvað ertu þá að tala? Ég að tala fyrir því að við þurfum að rýna með gaggrínum hætti hvað verið að skrifa onni okkur og ég ætla að gefa ykkur lítið dæmi það sem formaður Stefs í langan tíma þá fengum við tilkynningu það frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu nú ný höfundalög og ný lög innheimtustofnanir eins og Stef sem 255 talsins í heiminum og það þýðir að við þurfum að skipa nefnd á launum og það ráðnir lögfræðingar og það þýða 2000 blaðsíðna ráðuneytið þurft að eyða einhverjum 130 milljónum í allskyns lögfræði rýningar og þýðingar og vesenni og 2 árum síðar eftir cirka 160 milljón króna útgjöld þá spyr formaður Stefs sem hér situr og hvað höfum við svo út úr þessu? Það ekki neitt. Þetta var eitthvað rugl þarna í innheimtumiðstöðinni á Spáni og þess vegna þurfti að taka þetta allt í gegn. Ég segi takk en nei takk við svona hlutum. Nei, það nú líka, gleymið því ekki að hér á Íslandi þá tölum við vanlega tilskipanir Evrópusambandsins sem rangnefni vegna þess að þetta rammalöggjöf. Að það sett rammalöggjöf sem að aðildarríkin Evrópusambandsins og síðan við sem erum í EES þurfum að semja okkur að. Við þurfum ekki að taka þetta allt upp og breytt. En það hefur hins vegar verið lenska í Norður-Evrópu, bæði í Skandinavíu hér, Breitlandi meðan þeir voru þarna, að fara eins nákvæmlega eftir bókstafnum eins og hægt var vegna þess að það einhvern veginn hentaði skrifræðinu þar. Nákvæmlega. En suður í alvöru þar taka mér það sem allt hægt. Það þetta sem ég að tala Við þurfum að setja spurningamerki við hvert nýtt mál sem að sent hingað frá Brussel. En þetta ekki bara að vera í Brussel og hafa eitthvað að segja? Já, það hinn hliðin á teiningum sem telja að sé nauðsynlegt og við eigum aðkomu og eigum mögulega að filtera það betur en við höfum verið að gera. Ég held að við séum allt of þæg við útlendingin sem að senda okkur allt hvernig við eigum að sitja og standa og borga og allt það. En höfum við bara höfum við von til þess að ráða við það allt, þurfum við ekki svolítið að velja okkur orðstundar í því? Vafalítið og ég fylltist nú áhuga á því fyrir nokkrum misserum að reyna að finna ótskoð það sem raunverulega gengi á spýtunni bara svona með gamaldags, við skulum segja, hljómsveitar uppgjörshætti. Það tilkostnaður, það rúta, hljóðkerfi, ljósakerfi, rótari og eitthvað svona, gisting, matur. Þegar væri búið að borga út lagðan kostnað, hvað væri mikill efnahagslegur ávinningur að þessu þegar upp var í staðið. Þeirri spurningu reynist mjög erfitt að svara og ég gekk á ýmsa mæta menn í fræðimenn í háskólanum og ýmislegt og Hagfræðistofnun Háskólans, hún var með alveg skýr svör 4 milljarðar á ári sem væri hreinn peningalugur ávinningur okkar af þessu. En hver eru útgjöldin?